Ég er svo fegin því að eiga slíkan aðila sem tala mínu máli þar, því að ég er syndari og brotlegur. Og þegar Jesús sér mig, reynist ég trúr og sér þig, hvers að þú ert, og þú reynist honum trú. Þá mun hann kannast við þig og Faðirinn mun lýsa þig réttláta mannesku, þrátt fyrir allt. Það er þess virði vinir að lifa honum til dýrðar. Í fjórða kaflanum, þetta er sennilega ekki rétti kafli, það í Hebreabréfinu, þá segir einmitt frá 14. versi, er við þá höfum mikinn aðstapress sem hefur farið í gegnum himnana, Jesú, Guðs son, skulum við halda fast við játninguna, trúarjátninguna. Ekki höfum við þann aðstaprestur eigingerði sér aumur á veikleika okkar, heldur þann sem freista var á allan hátt eins og okkar en án syndar. Sko, Jesús er búinn að vera hér. Hans hefur verið freistað og hann stóðst. Hann vann sigur. Og þess vegna gat hann risið upp frá dauðum. Og nú er hann í helgidóminum hið efra að tala þínu máli, okkar máli. Svo segir, göngum því með djörfunga hásæti Guðs náðar. Þar finnum við miskunn og náð þegar við erum hjálpar þurfi. Svo að við skulum halda áfram og í Hebreabréfinu í 1. kafla þá segir, Guð talaði fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðranna fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga, það okkar dagar, hefur hann talað til okkar í syni sínum sem að setja erfingja allra hluta, fyrir hann hefur hann líka heiman að gera. Jesús skapaði heima, aðrar veraldir. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímyndi veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaði okkur af syndum okkar og settist til hægri handar hátigninni á hæðu. Það er að segja við hlið Guðs föður á himni. Við sjáum að Guð Faðir elskaði okkur. Jesús, frelsarinn, hann elskaði okkur. Og himinin er allur á fullu í því að reyna að bjarga okkur ef við bara viljum. Í Filippibréfinu í 2. kafla er okkur sagt, og hérna fer ég yfir bara í stuttu máli yfir mikla sögu. En að lokum þá mun það gerast í framtíðinni. Og við lesum þetta í 2. kafla í Filippibréfinu frá 7. versi Jesú, að hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðinn allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú, og takið nú eftir, hvað gerist? Til þess að fyrir nafni Jesú skulu hvert kné beygja sig á himni og jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Og takið eftir því að þetta eru allir á himni og jörðu og hvort þau eru lifandi eða dánir undir jörðu eða hvað, að það eru allir á einum tíma vera lifandi og beygja knésinn fyrir Jesú Kristi og viðurkenna, hann er drottinn. Þetta þýðir það að hinir föllnu englar sem gerðu utbraust með Satan undir hans forystu gegn Guði á himnum, að þeir munu líka þurfa að beygja sig fyrir Jesú Kristi og viðurkenna, hann er drottinn þegar öll er á botni kvöld. Margir hafa spurt mig, af hverju eyddi Guð ekki synd og Satan bara strax í upphafi? Það er vegna þess, ef að Guð hefði gert það strax í upphafi, þá voru margar aðrar ófallnar veraldir og englar og verur aðrar en jarðneska verur. Ófallnar, syndlausar,
En þeir höfðu dáð Lúsífer þegar hann var forystu engill herafla eða engla herja himinsins, herskara himinsins. Þeir dáðu hann. Hann var mikill foringi. Og þegar að Lúsífer gerði upprækt gegn Jesú, gegn föðurnum, ef þeir hefðu eytt honum strax, þá hefðu verið efasemdir og tortryggni alla eilífð. En Guðs ríki byggt á kærleika og við þurfum að geta treyst Guði algjörlega. En það kemur að uppgjörsdögum og þeir dagar nálgast óðum og það Åpenbarunarbókin. Það segir líka, og þarna það í 9. versinu: Ég, Jóhannes, bróðir yðar, sem í Jesú á hlutin með yður í þrengingunni, ríkinu og þolgæfinu, var á einni Patmos fyrir sakir Guðs orðs og vitnisburð Jesú. Ég var hrifinn í anda á Drottins degi og heyrði að baki mér raust mikla sem lúður gilli, en sagði: Rita þú í bók það sem þú sérð og send það söfnum. Ég bara endurtaka hér, leggja áherslu á, það var Jesús sem talaði til Jóhannesar og sagði honum að skrifa, og söfnuðirnir með til með að fá að heyra þennan boðskap. Af hverju fá söfnuðirnir í dag sem telja sig kristinna trúar ekki að heyra? Af hverju taka kennimenn margra kristinna kirkjudeilda og trúfélaga það á sig að vera kallaðir, svo ég vitni í orð Biblíunnar, að slíkir eru lygarar þegar kenna eitthvað sem andstætt orði Guðs. Ég veit að það munu margir prestar og margir andlegir leiðtogar snúast til trúar á efni Åpenbarunarbókarinnar og alla Biblíuna árin yfir lýkur. Alveg svo á dögum apostolana eftir hvítasunnudeginum forðum. Það sagt frá því í 6. kaflanum í apostolasögunni að mikill fjöldi presta gekk til hlýðni við trúna. Þetta voru, á meðal þeirra voru sumir sem höfðu hrópað krossfestu, krossfestu og dæmt Jesú til dauða. Svo sáu þeir að sér, þeir áttu þessi eftir á. Þetta vil aftur gerast. En vinir, ég hvet alla til þess sem á þetta hlýða að endilega skoða sitt andlega ástand. Líf ykkar, okkar í samræmi við vilja Guðs, eins og það að finna í orði Guðs. Takið eftir, vinir, söguhetja Åpenbarunarbókarinnar Jesús Kristur. Hann sem alltaf var til og lifir að eilífu. Jesús á sér enga byrjun og engan endi. Þetta niðurstaða okkar þegar við lesum alla Biblíuna og viljum kynnast þessari undursamlegu veru, frelsaranum okkar. Margir halda hann hafi byrjað þarna í Betlehem þegar fæddist í heiminn. Ekki aldeilis. Sjáum til dæmis eftirfarandi orðaskipti sem Kristur átti við andlega leiðtoga Íslandsmann fyrir 2000 árum. Þar hann að tala við þá leiðtogana og þeir eru ekki sátti við hann og telja hann vera einhvern villu kenningamann. Og honum verður á að tala Abraham eins og hann þekkti Abraham. Svo í versi 53 í fyrstu, ég rugla þessu saman þarna. Þetta í Jóhannesar Guðspjalli í 8. kafla. Þá spyrja þeir: Ert þú meiri en faðir vor Abraham? Hann dó og spámennirnir dóu. Hver þykist þú vera? Og þeir voru virkilega að hvetja hann til: Stattu fyrir máliðinu. Hver ertu eiginlega? Hefur þú lifað allar þessa aldir síðan að Abraham, okkar trúfaðir, ættfaðir, lifði? Í versi 54, þarna í 8. kaflanum í Jóhannesar Guðspjalli, þá svaraði hann: Ef ég vefsama sjálfa mig, vefsemd mín engin. Faðir minn sá sem vefsama mig, hann sem þér segir vera Guð yðar. Og þér þekkja hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég sagðist ekki þekkja hann, það að segja Guð,
Guð föður, væri ég lygari eins og þér, segir Kristur. Sjáum við hvað dýrvist að segja andlega leiðtoga, þér eruð lygarar. Tækir ekki mark á því sem maður ekki segir, hvort sem það í Gamla eða Nýja testamentinu. Svo heldur hann áfram og segir, en ég þekki hann og varðveiti orð hans. Sjáum við hvað þetta mikilvægt, að bara fara eftir orðinu. Svo segir hann í versi 56, Abraham faðir eða vænti þess með fögnuði að sjá minn dag. Og hann sá hann, og hann hefur fengið vitrun, Abraham, að sjá inn í framtíðina að sonur Guðs myndi koma. Hann sá hann og gladdist. En sjáum við bara hvað gerist þá þegar við lesum áfram. Því að þegar við förum yfir í aðra Mósebók, að þá þar að finna yfirlýsingu þar sem að Móse er á Guði sendur til Egyptalands til að frelsa Ísrael sem hafi verið þarna 400 ár í ánauð í þrældómi. Og Móse segir við Guð, því að Móse var staddur í Mídjanslandi, Móabslandi, búinn að vera þar í 40 ár sem hirðir. Og Móse sagði við Guð, en þegar ég kem til Ísraels manna og segi við þá, Guð feðra yðar, sendi mig til yðar. Og þeir segja við mig, hvert er nafn hans? Hverju skal ég þá svara þeim? Og Móse vildi ekki fara. Þeir mun ekki trúa mér. Og hann segir þetta í rauninni við Guð. Þá sagði Guð við Móse, ég er sá sem ég er. Og hann sagði, svo skalt þú segja Ísraels mönnum, ég er, sendi mig til yðar. Hér nú